Já, komið sæl. Það verður kraftur í veðrinu hjá okkur næstu daga því að við erum að fá lægð hér inn á Grænlandshafið á næstu klukkustundum og skila nálgast hér úr suðvestri. Og við sjáum að skilin komi hér inn síðar í kvöld og fara hér yfir landið í nótt. Fyrst sinn verður þetta hitaskil og kuldaskilin fylgja nú fljótt og eftir. En að baki skilum að þá tekur við hefðbundin útsinningur þar sem suðvestanátt og má rekna með talsverði snjókomu þá í éljum þegar líður á morgundaginn og fram á laugardag. Og allt hefur þetta náttúrulega með þennan svo kallaða stóra ból að gera. Hann að mynda þessar öflugu lægðir. Við sjáum að þessi lýgeri sem kemur hér yfir í nótt. Hann tiltölulega grannur sig og fer fljótt austur yfir landi en við sjáum þetta kalda loft sem kemur þá í kjölfarið og það mun runni valda þá þessari élja úrkomu hjá okkur, élja klökkum sem munu svona stjórna veðrinu hjá okkur allan fram á laugardag. Og ef við lítum á nærsvið þá sjáum við grilla hér í hitaskilin hér rétt vestur á landinu núna klukkan 19 og það að bæða hvess og þyknu upp á landinu og skilin koma hér inn síðar í kvöld. Það birtast hér gular hvassviðris viðvaranir þá á norðan til á landinu en við sjáum að það eru þéttar þrýstilínur eiginlega allt land þannig að við búið að við finnum vel fyrir vindi en hann verður nú sérstaklega kröftuð á norðan heiða og í fyrramáli klukkan 8 þá sjáum við að staðan verður á þessa leið. Það er svona sunnan eða suðvestlæg átt þá. Við sjáum hér að vindhviður geta í síðla nætur og í fyrramáli verið að fara yfir 40 metra á sekundu norðan til á landinu og jafnvel yfir 35 hér á norðanverðu Snæfellsnesi og þetta getur náðurinn allt austur og firði að við fáum svona sterka hviður en við gerum það síðu hér sunnan og suðvestanlands. En talsverð rigning í þessu og við sjáum nokkuð ákaft úrkomumerki hér sunnan og vestanlands og úrkoma getur einnig náð norður yfir heiðar og við sjáum að hitatölur eru vel yfir núllunum þannig að við fáum hér tímabundna hláku sem varði þó ekki nema nokkra klukkustundir. Og þegar framlíða stundir þá á morgun að þá fara nú síðan kuldaskilin yfir upp úr hádegi hér vestanlands og þá deyja þessar vindaviðvaranir út. Það verður þannig áfram stíf suðvestlæg átt og élin koma inn fyrr en síðar og má búast við að það geti rokið upp vindurinn þá í éljarhreiðjónum svona meðan það standa yfir. Klukkan 19 annan kvöld þá enn viðvörun í gildi á Austfjörðum. Annars var annað laust þannilega síðan nema það eru þá að detta enn hríðaviðvaranir á norðvesturhorninu sjáum fyrst hér á Vestfjörðum og við Breiðafjörð og allhvass eða hvassvindur víða land bjart á norðausturhorninu en él að öðru leyti. Og svona verður þetta í framhaldinu hér með hreyfimynd sem gildi þá frá klukkan 19 annað kvöld og fram á laugardag og við sjáum að það svo mikið mikið að breytast þéttar þrýstilínur hvasst í þessu hjá okkur og gengur á með éljum á vesturhelmingi landsins. Loftið það kalt að þó að við sjáum að daghitatölur séu að jafnvel að fara í 3-4 stig að þá verður þetta snjókennd úrkoma að mestu ef ekki öllu leyti. Og hér þá staðan svona hitafarið klukkan 14 á föstudaginn, við sjáum að það jafnvel frost á norðvesturhorninu, hlýjast hér suðaustan til þess að það gæti farið í 3-4 stig og þessar hríðaviðvaranir í gildi vestan til á landinu og á laugardaginn að þá svona aðeins byrja að sljáka á þessu viðvaranir dottar og gildi en við getum áfram fengið myndaleg él því inn á sérstaklega á sunnan og vestanvert landið. Svo spurning hvað gerist í framhaldinu þá, spárar gera ráð fyrir að komi nokkuð kröpp lægð hér upp á sunnudag og fari hér yfir austanvert landið. Getur verið stormur og sennilega bæði snjókomu eða rigning eða fáum blota allan tíma í úrkomuna hér austan til á landinu og það mun verða vart við úrkomu nokkuð víða. Enda síðan hér ætla rétt að bara renna yfir veðrið í Evrópu og það nú öllu skárra eins og við sjáum hér sólríkt og fínasta hitastig víða í álfunni og 10-15 stigi hiti nema þegar komið hér á suður Ítalíu og Grikkland, þar mun rigna á morgun sem og í Portúgal. En lengra komast ekki með veðrið í dag. Verið sæl.